Þakka þér fyrir. Veðurhæfni mín heldur áfram. Það hafði ekki rignt í Danmörku í 3 vikur. Það var Kári Blóm. Rignt í 2 daga. Svo sól. Það hafði ekki rignt á Austfjörðum í 3 vikur. Það var til ég kom. Fjarðarheiðin úrhellisrigning, vindur og 3 gráður. Og langleiðin frá Egilsstöðum á Möðrudal og Fjöllum. Það var svona venjuleg rigning og vindur. Og var komin niður í 3 gráður þegar ég kom hingað. Nú kallar hann þrælkvefaður. Og alveg á mörkunum. Það er þessi ferðafær. Auk þess að það hitaspáin lækkað hérna á svæðinu. Úr átt að vera svona 5-8 gráður, nú er það 34. Þannig að ég þarf að játa mig. Ég segir að hann í bili og koma mér í hjólun einhvern veginn inn á Akureyri. Svo sjáum við til hvað gerir. Þetta er Möðrudal. Já. Your winter here, leaving. Þá er maður á Akureyri, jólið í Möðrudal, eða á Möðrudal og kvefið að Skána. En svona. Öryggisbúna vélarinnar. Gjörið svo vel að spenna sætisbeltin. Til að halda áfram mótorlega ferðinni sem ég var að taka veikindapass á fyrir rúmum mánuði. Það bíði eftir flugi til Akureyrar í gegnum 81 ára gamla flugstöð, síðan upp í 30 ára gamla flugvél og síðan frá Akureyri á fljúgandi á Möðrudal, þar sem ég var að skilja holið eftir þegar ég var hérna 20. maí. Þá var það næsti hluti ferðalagsins í Súpuköp frá Akureyri til Möðrudals, þar sem að hjólið er í flugskili. Æðislegt að vera komin. Og hér er maður komin á Möðrudal. Staðarhaldari hálfur Elisabeth. Við erum búin að passa Kristján Teit Magnús á TM-in frá því að ég skildi hann eftir hérna 20. maí. Og þá var hér 2 stiga hiti Elisabeth. Það var 2 stiga hiti 20. maí og núna er 20 og hvað? Rúmlega 20. Rúmlega 20.
DFR sem á sér mjög merkilega sögu og flaug henni svolítið hérna árum áður. Meiri sem ég hef þess að stjórna á hann eftir lendingu og var í stélkast eða grángú. Og hérna býður svo KTM eftir mér. Æði.